Já, Grétar, þetta var ansi sérstakur fótboltaleikur sem við fengum á Salfrársvellinum í dag. Já, herri, þetta var sérstakt. Pirrandi, það sem að ég get sagt við spilum, en aðsnæðilegt að segja það í svona úrslitum, en fyrir hálfleikurinn var frábær. En þetta var svona stöngin út svolítið, eiginlega í allan dag og svo komist þeir á bragðið og einstaklingsmistök og einbeitingarleysi, varnarlega, kostaði okkur bara fullt af mörkum og þeir fengu sjálfsvörð. Einbeitingarleysi, náttúrulega fóðu okkur fónu okkur úr föstu leikatriðum. Já, það er 4 mörk. Þannig að það var bara óþarfi og lið sem ára með gott varnar geta varist vel á bara ekki að fá á sig mark úr föstu leikatriðum. Það er svona erfitt að útskýra hana leiknum og maður hafi séð hann. Þetta var eiginlega einhvern veginn það sérstakur leikur. Já, ég meina, það var mikið af færum og ég held að sjaldan við höfum skapað eitthvað svona mörg færi en það er margt jákvætt en meina, það skiptir engu máli. Tapaði 6-1, það er ekki hægt að útskýra. Hvernig var að spila úti í þessum skítakulda? Það var bara gríðarlega kalt en ég meina, þetta er bara eins og æfing. Þetta er æfingamót og maður á að taka þessu þannig og þannig að þetta er bara svona eins og það er. Hvernig líður annars í Stjörnunni? Hvernig hafa fyrstu mánuðirnir verið? Þeir hafa verið bara frábær. Þetta er bara frábæri strákar og skemmtilegt að vera komin í þetta lið. Þannig að ég hafa verið að leggja mikið til þarna í Stjörnunni og það er stemmt hátt og þannig maður er vanur því úr KR og þeim liðum sem maður hefur verið í. Þannig að þetta er eitthvað sem maður andrúmsloft maður vill vera í, þannig að ég er mjög spenntur fyrir framhaldinu. Þeir eru að geta að fara að tapa aftur 6-1 á þessu ári? Nei, við ætlum náttúrulega bara að reyna að fara með tablusur í gegnum þetta en það gengur ekki alltaf, þannig að við þurfum bara að nýta þetta á jákvæðan hátt að það sé í lagi að tapa í janúar.